ef að við erum að vinna eftir þessum prinsipum að þá munu þið tapa. Núna var ég að birta hérna þátt fyrir ekki svo löngu þar sem að orðið Palestína var í hérna titlinum sem að þýddi það að þátturinn fekk miklu minni dreifingu. Við tölum núna síðast að Google Maps væri búið að alfarið þurrka Palestínu út af hérna kortinu löngu áður en að ég held að það verið 2018 sem að ég sá þetta. Þannig að þú ert að segja að ef að þú ert með það vondan málstað að þá eigir þú ekki að hafa akademískt frelsi eða frelsi til þess að tjá þínar skoðanir. Ég held þú skilir ekki hversu hættuleg þessi prinsip sem að þú ert að vekja upp hérna byggja á því að þið eruð nú þegar að tapa í narratífstríðinu svona sterkur aflana. Það er bara þannig. Það er bara hægt að fara rauk fyrir því allt svona stóriðja og varðar svona tæknimál eins og Google og Facebook og annað að það er verið að kveða í kútinn palestínskan málstað og það var mjög mikið töðunamær. Hvers vegna það? Já, býttu, en ég er að segja þú hlýtur að skilja að þú þurfur að halda í prinsipin ef að þú vilt ekki að þessu sé beitt út af því að eini munurinn sem að þú ert að segja er fólk sem er sammála mér á að hafa tjáningafrelsi, þeir sem eru ósammála mér eru bara vitlausir megin sögunar eða þessum að kveða við kútinn. Þeir gefa skít í akademískt frelsi. Þú ert að gefa skít í akademískt frelsi. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.